Já, komið þið sæl og velkomin í Hina Reykjavík. Laufey Ólafsdóttir heiti ég og ég er hérna með Sönnu Magdalenu og Anna Bryndísi og við ætlum að tala aðeins já, þetta er eiginlega svona frekar stórt viðfangsefni sem við erum að taka fyrir núna og við eigum örugglega eftir að fjalla þetta aftur aðeins frá svona mismunandi vinklum. En þetta er svona samband þess að alast upp við fátækt og sambandi við mat. Og sérstaklega þá þegar kemur að konum, vegna þess að konur alast upp við svolítið klikkaðar staðalímyndir þegar kemur að svona líkamsímynd og fleira. Og okkur finnst bara pínu áhugavert að fjalla þetta einmitt í þessu samhengi, fólk sem elst upp við fátækt og kannski elst upp við skort og þar sem að kannski ekki er mikið að mat á heimilinu, en svo ölumst við upp með svona öðruvísi samband. Þannig að já, Sanna, þú hefur aðeins talað þetta áður og svona hvernig það var lítill matur á heimilinu og var verið að borða bara það sem var til og svona. Og já, og Bryndís, þú hefur svona svipaðar sögur að segja, þannig ég ætla eiginlega að fá ykkur báðar til að fjalla þetta og þetta er svona svolítið eitthvað sem að útskýrist eftir því sem við höldum áfram. Við erum svona svolítið að tala okkur niður á niðurstöðu hérna. En kannski Sanna, ef að þú vilt byrja aðeins og svo fáum við að heyra frá þér, Bryndís. En Sanna, hvernig er þetta? Hvernig sér þú þetta? Í stuttu máli að þá eftir við margur fátækt og þeirra fátækt og þá er ekki hægt að versla matinn og þannig að þegar við vorum að svona finna klink og fara með flöskur og kaupa eitthvað þá vorum við að kaupa ódýrasta og á tímabili jafnvel það sem að gefa bara skjóta orku og þá var það ekkert hollt og þannig að ég tel að það leið á endanum til þess að sambandi við mat sé ekkert endilega heilbrigt og kom alveg tímabil þar sem við vorum ekkert að borða í langan tíma og þegar ég hugsa núna tilbaka í dag þá fæ ég rosalega oft svona hugsanir ertu ekki eitthvað að gera mikið úr þessu, var þetta svona alvarlegt, þetta var örugglega ekkert eitthvað svona slæmt og örugglega svona eins og maður sé búin að grafa niður hugsunina sjálfa að hafa verið svangur þó maður vita alveg hvernig ferlið hafi verið, þú veist, peningur búinn, ekki til matur, fara með flöskur, fá 198 krónur, fara í bónus, kaupa 2 Milka súkkulaðistykkið, plöturnar, stykkið kostaði 98 krónur og nú hugsa margir bara af hverju Milka súkkulaðistykki, það gefur skjóta orku að fá sykur og þú ert ekki beint að fara að kaupa svaka máltíð á 198 krónur og sérstaklega þú átt ekki það sem þarf til að græja máltíð eins og ætlar að fara að útbúa einhverjar kartöflur og vilt kannski hafa tómatsósu og olíu með og salt og þú ert ekki með allt það og það kostar. En já, í stuttu máli þá komu tímabil þar sem við vorum ekkert að borða og þetta var bara, já, löng tímabil þar sem við vorum ekki með nægan pening og í dag þá upplifi ég rosa oft að ég sé mjög oft svöng þó að ég sé nýlega búin að borða og ég gæti alveg örugglega borða meira grænmeti, örugglega borða meira ávöxtum en ég fer reglulega í blóðprufur og það kemur ekkert athugavert út úr því og það virðist ekki vanta nein vítamín í með neitt þannig og drekk vatn og passa upp á svefninn en mér finnst eins og þú veist það vanti eitthvað, ég er bara rosalega oft svöng og ég borða mjög reglulega og ég held þetta sé meira í hausnum á mér að ég fyrir kannski að segja bara heyrðu þú varst nú að borða staðgóða máltíð, þú ættir alveg að vera góð í meira en 80 mínútur, þú veist þetta ætti að vera þú veist í morgumat fékkst þér chia hafragraut með mangó og hnetusmjöri og það var stórt og þú ert nýbúin að stækka uppskriftina. Ég held þú ættir að vera góð, þú veist, þú fékkst þér líka vatn og vítamín og svafst vel, þannig að líkaminn, þú veist, hvað er hann raunverulega að kalla á, þú veist, vantar eitthvað, ég veit ekki alveg, en
Þannig að ég held að það sé dálítið svona tengt því mögulega að ég verði hrædd að eiga ekki mat og svo oft sko finnst mér gott að eiga súkkulaði upp í skáp og ég borða alveg svolítið súkkulaði, mér finnst það gott en ég þarf ekkert alltaf að borða súkkulaði en svo eins og ég verði oft, það er mjög skrítið að útskýra þetta, það eins og ég verði oft svona svöng ef ég veit ég á það ekki en það er bara svona gott að vita af því nálægt sér, svona sem eitthvað svona öryggislíf. Já, ég held að það sé svona í hausnum eitthvað svona öryggisteppi að eiga eitthvað svona skjóta orku nálægt sér. Öryggissúkkulaði. Herru, ég kannski kem að þér Bryndís, þú elst upp við fátækt líka og geturðu sagt mér aðeins og þú ert náttúrulega líka núna að glíma við veikindi svona, og alls konar fæðuóþol og slíkt. Geturðu sagt mér aðeins frá, já, hún er búin að heyra aðeins í Sönnu. Já, ég er búin að díla við mjólkuróþol allt mitt líf og einnig eggjaróþol og glútenóþol og svo greindist ég líka með sjálfsvígssjúkdóm og þetta hefur ofboðslega mikil áhrif á daglegt líf, bara að versla í matinn þá þarf ég að spá í öllu hvað ég er að kaupa og já, það getur verið erfitt og líka það að vera með svona sérþarfir yfir höfuð þá kostar það mun meira þetta er rándýrt að versla í matinn og kaupa eitthvað sérstakt pasta og ég þarf kannski að fara í þessa búð eða í Krónuna eða Netto til að kaupa eitthvað ákveðið og svo þarf ég að fara í Bónus til að kaupa þetta og það tekur alveg verulega á og já og svo náttúrulega elst ég upp við fátækt. Það var nú sjaldan matur heima og bara svona, þegar var til dæmis afmæli hjá vinkonu minni og þá kom ég alveg nokkra daga í röð og borðaði kökur og borðaði með gat sem ég mátti í raun ekkert borða því að það var ekki til matur heima og ég var kallið ruslatinnan, frekar skammalegt en staðreyndin og ég var alveg oft svöng og og ég var alveg þróa með mér aðra sjúkdóma og geðræna sjúkdóma til dæmis átröskun og eins og flest allar konur eiginlega bara flest allar konur almennt og yfir höfuð og þótt að það sé ekki endilega 100% greining á því þá eru til margar tegundir átröskun og þetta hefur áhrif á daglegt líf. Já, í svona stuttu máli þá þetta það sem ég var að segja það. Já, einmitt, það er alveg rétt þegar ég held að það sé bara vel flestar konur sem að upplifa einhverja tegund af svona óheilbrigðu sambandi við mat, alveg burtséð frá því hvort það er ólust upp við fátækt eða ekki. Og það er náttúrulega bara út af því að samfélagið setur á okkur svona ýmsa standarda sem eru náttúrulega bara óraunhæfir. Og en svona það sem að við ætluðum aðeins að tala er kannski hvernig svona þetta samband, þetta er svo klikkað nefnilega að við fáum á okkur svona skömmustustimpil, einmitt eins og þú talaðir og það hefur verið kölluð ruslatunnan að þú borðaðir svo mikið hjá öðrum þegar þú komst í mat og hvort sem það var gott fyrir þig eða ekki, en og það er svona skammarstimpill oft á fólki sem býr við fátækt, en svo hins vegar fólk sem býr ekki við fátækt sem líka að svelta sig þá að yfirlögu ráði af því að það vill vera grannt en fólk sem að virkilega hefur ekki efni á að borða þetta er svona, já, þetta er svo skrítið og svo erfitt að útskýra vegna þess að þetta meikar engan sens en en til dæmis eins og núna til dæmis
þetta kostar alveg helling að vera með svona sérþarfir, það ekki? Og það ekkit endilega á allra færi að vera með svona óþol og ofnæmi. Nei, alls ekki, sko. Þú veist, þetta rándýrt. Ég finn alveg fyrir þessu og svo líka ef ég hef alveg þurft að sækja um aðstoð, til dæmis ekki Rauði krossinn heldur Hjálpræðisherinn. Þau eru frábær, ég verð að viðurkenna það. Og en það ekki sú aðstoð sem í boði og sérstaklega einstaklingur sem býr einn og eitthvað, þau bjóða ekki mikið upp á mikið fyrir þá einstaklinga en ég fékk alveg nægilega upphæðirnar rétt fyrir jól sem hjálpaði mér rosalega mikið og ég held að það var svona fyrsta skipti sem ég gat keypt almennilega í matinn. Þú veist, ég gat fyllt pókana. Inneignakortin það ekki sem Já, inneignakortin. Geturðu eitthvað nýtt til dæmis eins og ef þú færð matarúthlutun, þú veist, svona frá hjálparstofnun sem bara setur í póka og... Nei, alls ekki, af því að þau einmitt bjóða upp mjólkurvörur og brauð og egg og þú veist, alls konar sem ég kannski borða alls ekki og hefur ekkert endilega góð áhrif á líkamann minn. Og bara í dagsdaglegu lífi, ég meina, þú veist, að vera að borða of mikið sem mátt ekki borða, það hefur náttúrulega áhrif á meltinguna og hægðir og annað. Sem víst tabú að tala en þetta bara, þetta það sem fólk að ganga í gegnum. Við erum öll að ganga í gegnum eitthvað og auðvitað hefur þetta áhrif á hægðirnar hjá manni. Já, einmitt. Já, eins og ég segi, þetta þú veist, það oft svona svolítið, þú veist, ef þú ert að leita aðstoð, það svolítið þetta beggars can't be choosers, dæmi. Og þú ert að þiggja aðstoð, þú veist, annaðhvort ertu svöng eða ekki. En það náttúrulega aðeins annað þegar þú ert að glíma við óþol og ofnæmi. En Sanna, Þetta eins og í dag, þá ég vegan, grænkeri, ég borða ekki dýraafurðir og mér finnst bara mjög heppin að geta valið með það. Þú veist, það mjög mikið forréttindastaða að ég get bara valið hvað ég kaupi í matinn. Einu sinni gátum við ekki keypt mat og núna get ég valið hvað það sem að ég læt ofan í mig og það bara, wow, það bara öll þessi skref sem hafa farið frá því að get ekki keypt mat yfir í bara ég ræð hvað ég vil kaupa. En ég hef ekkert getað sagt við mömmu þegar við vorum litlar hjá mæðrastyrksnefnd bara eitthvað, mamma, ég orðin vegan, af því að þá færði mitt bara póka og þetta mitt mismunandi eftir hjálparsamtökum en það ekkert val og þá hugsa maður sko auðvitað eins og sagðir beggars can't be choosers en þú veist, það alltaf þetta val þegar maður fátækur þá þú færð boð í afmælisveislu hjá fjölskyldum, auðvitað að fara því þau eiga afmæli, þú verður meira að fara út af öllum hitaeiningunum sem þú veist og getur borðað í kökunum því þú ert ekki búin að borða lengi og alls konar svona þættir sem að rifjast upp og þannig að já, og það bara ýmislegt eins og ég bara nýlega búin að svona læra það að sveppir sé eitthvað sem alveg fínt að eiga til í ísskápnum. Ég hugsaði bara eitthvað sveppir box á svona kannski 309 krónur. Af hverju fólk að kaupa sveppi? Þú veist, það hefur ekkert gildi. Þú færð ekki mikið að hitaeiningum út úr því, það ekki mikið bragð. Þú veist, af hverju ættir að kaupa öskju á sveppum? 309 krónur. En það gott í pastarétti og það gott í alls konar búti pítsu og alls konar svona hugsunahátturinn líka varðandi hvað maður leyfir sér að kaupa þegar maður getur það. Hann breytist og maður þarf svona læra að það alltaf í lagi að kaupa eitthvað þó að það hafi ekki miklar hitaeiningar að þá þetta eitthvað svona já, ok, þetta alveg sniðugt og út af því líka
ég var sennilega ekkert að fá öll næringarefnin þegar ég var ung, ef maður hugsar út frá einhverju svona næringarmynd eða næringarskífa því hvað maður á að vera að borða, þá fer maður alveg að hugsa hvort að það hafi áhrif á mígreni eða eitthvað svoleiðis sem ég er með núna. Ég veit það ekkert, ég er ekki læknir, en hvort það sé mögulega einhver tengsl þarna á milli. Já, einmitt, af því að þú ert að glíma við mígreni og ég einmitt, þú veist, maður svona spyr sig hvort að það sé eitthvað samband á milli einmitt þegar börn alast upp við þú veist, næringarskort eða bara, þú veist, að borða óreglulega bara út af aðstæðum á heimilinu og hvort að það sé eitthvað samband við það við þá sjúkdóma sem að síðan hrella fólk á síðari tíma. Það er náttúrulega alveg spurning, en ég er heldur ekki læknir þannig að ég get ekki metið það, en það er alveg heilmikið sem bendir til þess. En við langaði kannski að ræða aðeins svona aðstæður barna og komin á kannski skólamáltíðir. Voru skólamáltíðir í skólum þegar þið voruð? Bryndís, var hjá þér? Já, það voru Já. Já, það náttúrulega var rándýrt og ég var ekki með matarkort. Já. Það var mjög sjaldan, jú, ég man eftir eitthvað svona örfáum skipti, svona seinna meir. En já, það var mjög takmarkað og ég oft borðaði ekkert yfir allan daginn í skólanum, skilur, og leið kom heim, þá var það oftast mamma sem var kannski búin að koma með mögulega mat úr vinnunni. Hún vann þarna á flugvellinum fyrir herinn. Þannig að það var alltaf takmarkað sem ég gat borðað eða haft aðgang að í raun og veru. Og líka einmitt, þú veist, fullt af óþolum og ég gat ekki borðað allt saman. Þannig að mér langaði einmitt líka með þú talaðir svona að vera vegan. Ég sjálf var gammelsæta, hef verið vegan en ég kaus að vera einmitt grænmetisæta svona 16-17 ára gömul og það hefði einmitt áhrif líka á átröskuna því að þú veist, ég hafði ekki kunnáttuna eða vissi ekki einu sinni hvernig ég átti að elda almennilega og þú veist, hræðsla við að þykkna og vildi bara hollt og mér leið eins og ég væri einhvers konar keppni sjálfið og líka bara svona samfélagið og ég þurfti að vera svona perfect grænmetisæta, þú veist, og það mátti ekki koma upp á og en þú veist, í dag, þú veist, þá kýs ég alveg, þú veist, jú, ég fæ mér alveg fisk, ég fæ mér alveg, þú veist, kjúkling í dag, þú veist, og að ég þarf að passa upp og líka geðheilsuna mína og á tímum þegar ég var að díla við átröskuna á versta tímapunkti þá þurfti ég hægt að vera grænmetisæta eða vegan því ég þurfti að bæta á mig. Og en í dag þú veist, þá kýs ég, þú veist, ok, þú veist, mér finnst fiskur góður, mér finnst kjúklingur geggjaður, en mér langar að vera grænmetisæta seinna meir en ég vill taka það svona hægum skrefum af því að satt að segja þá hef ég ekkert svo mikla kunnáttu á eldamennsku út frá barnæsku og þú veist, ég er alltaf eitthvað að lesa mig meira til en ég vil líka gera á heilbrigðan hátt og ég held að þetta hefur einmitt myndast og litast af minni æsku, grunnskóla og já, í raun og veru hvernig ég hef aðgang að mat. Kannski spyr þig líka þess að því það hefur verið heilmikil umræða núna við allavega sósíalistar í borginni vilja hafa máltíðir í grunnskólum fríar. Já, Sanna, þú hefur fjallað um þetta. Já, það er mjög mikilvægt að skólinn sé staður þar sem öll geta borðað bara óháð heimilisaðstæðum að mætir í skólan og þar bara, þú veist, skóladagurinn er nógu langur til að byrja með og þú ert að mæta á morgnana og fara heim eftir hádegi og þetta ætti að vera þannig að hádegið að þá sé bara öll börn að borða en þú spurðir aðeins hvernig þetta hafi verið þegar við vorum á tímabili þá var ég skráð í skólamat og
nú hugsa ég punktinn mitt að fátækt fólk megi ekki vera vanþakklátt og núna ég að fara að lýsa því sem að ég gerði í grunnskóla sem lítið barn, að það tók ég eitthvað tímabil þar sem ég bara borðaði eða ekki. Ég veit ekki af hverju, en ég bara borðaði eða ekkert í grunnskólanum og núna hugsaði tilbaka bara eitthvað, það hefur verið að greiða þetta og ég var bara ekkert að borða matinn, en þú veist, svo er ég bara, þú hefur kannski verið 7-8 ára, ekki verið svona, það er sjálf að þú veist ekki hvað var í gangi. En ég var komin upp að lagi með það, sko, að þykjast borða, ég var alltaf að skera kartöfluna í litla bita og svo svona setti ég gaffalinn upp að munninum einhvern veginn og setti svo bara bitana niður, að því mér fannst þetta allt, ég veit ekki hvort mér fannst þetta allt einhvern veginn vont, eða þú veist, ég skil ekki alveg hvernig ég komst í gegnum skóladaginn, það hefur bara eitthvað, held ég, brenglega verið í gangi, ég veit ekki alveg hvað nákvæmlega, en svo einhvern veginn var sko svo sem að lét okkur alltaf fá kartöflunar, hún lét flesta krakkana fá 2, en hún lét mig alltaf fá 1 því hún vissi að ég væri ekkert að borða þetta og en svo mætti ég bara með nesti, ég held að þetta tímabil hafi varað mjög stutt og svo fór ég alltaf til ömmu eftir skóla því mamma var að vinna svo lengi og hún var alltaf að kíkja ofan í nestispokann og ég borðaði aldrei nestið, bara svona, en þá sem sagt í skólaselinu sem var sem sagt eftir skóladaginn, af því það var skóladagurinn, skólasel, svo amma. Þá samt grillaði ég alveg samlokuna eins og hinir krakkarnir og setti samlokuna í tissjúbrefið eins og hinir krakkarnir, en svo bara setti ég samlokuna ofan í nestisbók sem ég borðaði hann ekkert. Ég veit ekki alveg hvað var í gangi þarna, en það var eitthvað off með matarhegðunina mína, en það kom eitthvað tímabil þarna í öðrum bekk, minni mig alveg pottið, þar sem ég var 7 ára, þar sem ég bara var ekkert að borða eiginlega. Veit ekki alveg hvað var í gangi þarna, af því ég hefði nú alveg þurft að næra mig, en það er mikilvægt að grunnskólamáltíðir standi öllum börnum til boða og þá kannski líka bara skoða matinn, hvaða matur eru í boði og líka bara aðstæður barna. Auðvitað geta kennarar ekki verið að ganga inn í allt. Kennarar eru náttúrulega ekki sálfræðingar og allt þetta, en ég held að börn séu svo oft að díla við svo rosalega margt sem kannski gera það verkum að þau bara ekki að fara eitthvað að sitjast niður og bara matur, þú veist, það er greinilega eitthvað komið þarna í gang, einhver veggur eða eitthvað sem gera það verkum að börnum finnst þau ekki geta bara sest niður og notið máltíðarinnar. Þannig að fría máltíðir, það verður að vera fjölbreytt fæði og næringarríkt. Er það eitthvað sem hefði hentað þér, Bryndís, að hafa fríar máltíðir og svona? Já, algjörlega. Það hefði alveg hjálpað með margt. Ég meina, þú veist, mamma mín alltaf var einstæð móðir og vann voðalega mikið og já, það hefði hjálpað rosalega mikið bara þetta gangi inn í daginn, en eins og Sanna sagði, þú veist, ég náttúrulega bara fór gegnum daginn ekki að borða, ég veit ekki alveg, þú veist, einhvern veginn gekk á þrjósku, ég skil ekki alveg hvernig ég hafði alltaf þessa orku með við, þú veist hvað, ég borðaði lítið og stundum ekkert. Og í raun og veru var ég ekkert að fá nesti fyrir en, þú veist, eftir að faðir minn kom til Íslands, þá var ég að fá, þú veist, samlokur og eitthvað svona, þú veist, hann keypti hnetusmjör og sultu og sett á brauð og eitthvað, en annars ekki, sko, þú veist, en já. Þú ert búin að vera að glíma við þetta mataróþol alla ævi, er það ekki? Meira megnið. Ég fæ ekki greiningu á eggjaróþolinu fyrir en bara svona, 2018. Og þá var ég raun og veru í meiri greiningu út af frjókornunum og annað. Ég bjóst ekki við því að vera greind með eggjaróþol, sko. Kom mér mjög óvart, en mjólkuróþolið, já. Líka með brauð, en ég fekk eitthvað greiningu á því þegar ég var yngri. Mér var alltaf illt í maganum, ég blés alltaf út og svo var það oft þannig að enginn hlustaði á mig, þegar ég var að reyna að tjá mig hvað var í gangi eða hvað var að,
ég átti kannski líka bara ofboðslega erfitt að tjá mig. Að vera einmitt barn í erfiðum aðstæðum, í litlu samfélagi, en ég reyndi að tjá mig hvað væri í gangi, en það gekk alveg illa og var lítið tekið mark á því. Einmitt, þetta er alls ekki óalgengt og ég einmitt hef líka þeirra skoðunar að þetta bara vera miklu meiri aðstoð við börn í skólanum, bara innan skólana, þú veist, og svona fylgjast með geðheilsu og öðru slíku. Ég held að veri hægt að koma í veg fyrir alveg rosalega mikinn vanda sem að börn þurfa að bera í gegnum alla skólagönguna. En já, svo við snúum okkur aftur að matnum. Ég er að velta fyrir mér aðeins hvernig, að þið, þú veist, ég er reyndar elst upp líka hjá einstæðri móður og allt það, en ég man einmitt, þú veist, það var aldrei svona matarskortur í okkur, men ég man að við fengum rosalega mikið gefins af mat, af því ég held bara að, þú veist, að ég er náttúrulega aðeins eldri en þið, alveg kynslóðið að 2 á undan ykkur, en ég held að hefur breyst rosalega mikið þetta hjá Íslendingum, að þú veist, þegar ég var alveg upp, þá var miklu meira af einhvern veginn, þú veist, fólk átti fjölskyldu sem að kannski var í einhverju mataframleiðslu, til dæmis bændur, eða afi minn til dæmis keyrði mjólkurbíl og einmitt var oft að koma með heim mat sem hann hefði fengið gefins bara úr sveitinni og svona, þannig að og það var alltaf, þú veist, full frystikista hjá afa og ömmu og það var rosalega mikil svona kúltúr allstaðar einmitt að eiga stórar frystikistur þar sem var matur og svo var kannski verið að gefa úr frystikistunni, þú veist, til fjölskyldunar. Þannig eins og ég segi, ég man að við fengum mikil gefins mat. En þetta hefur einhvern veginn alveg dottið upp fyrir, því að núna er einhvern veginn bara komin þessi kapitalismi, sko, ef þú átt ekki efna mat þá ertu bara að svelta og náttúrulega mataverð bara ríkur upp og launin okkar gera það ekki. Þannig að ég veit ekki, þetta er náttúrulega breyst gríðarlega mikið, en ég er að velta fyrir mig líka bara hvernig þið, til dæmis þegar þið komið inn á úlingsárin, þar sem að einmitt kemur inn þessi skekta líkamsmynd hjá öllum og hvernig álistu upp, hvernig einhvern veginn breyttist er eitthvað sem breyttist hjá ykkur með sambandi við matinn, eða hvernig kemur einhvern veginn síðan þessi svona átröskun inn í þetta stríð að eiga ekki nóg að borða og síðan að vilja ekki borða það sem er í boði. Hvað Sanna, þú? Já, það skánaði alveg, sko, á tímabili á úlingsárum. Þá byrja ég að vinna meira, mamma er örorkubótum, við erum alltaf komnir inn í félagslega leiguíbúð, þannig að allt þetta einhvern veginn bætti stöðuna. Og já, og svo skrítið að maður hugsa einhvern veginn út frá því hvernig maður leit út, hvernig líkami maður leit út, af því að fyrsta setningin sem ég ætlaði svo næsta var að segja var bara já, svo var ég rosalega grönn þarna og ég er alveg að hugsa svona út frá einhvern veginn úlingsárum, sko. En þegar ég var í framhaldsskóla þá tók ég alveg tímabil þar sem ég var að mæta í ræktina, vaknaði 5:20, ég átti bíl, var að mæta í ræktina alltaf á morgnana, tímabili taldi ég ofan í mig hitaeiningar, 1200 hitaeiningar á dag og var ekkert að spá í hvort þetta væri hollt eða ekki. Keypti eitthvað í sjálfsalanum, eitthvað lítið svona súkkulaðistykki sem var samt lífrænt, en samt súkkulaðistykki, og var bara með í símanum alveg, ok, þetta er svona marga hitaeiningar, það er svona mikið eftir. Það er ekkert hollt við það, en þá var einhvern veginn hugsun á baka sem maður hefði heyrt úr samfélaginu, bara það þarf að fara meira út en kemur inn. Þannig ég hugsaði bara, ok, ef ég brenni svona mörgum hitaeiningum í ræktinni og borða svona mikið, þá er ég svona margar vikur að missa svona mörg kíló og þetta er rosalega brenglað. Og já, var oft í einhverju svona pælingu og fannst einhvern veginn líka oft eitthvað svona ónýtt ef ég var búin að ákveða kannski, nú mæti ég ræktina alltaf og ætla ekki að borða óhollt eða pítsu eða neitt svona
í svona langan tíma, svo kannski klikkaði ég og pantaði pítsu, þá var bara allt ónýtt og ég þurfti að byrja upp á nýtt. Kannski kallast það yo-yo dieting, ég veit það ekki, alls konar svona. Á tímabili þá var ég að veltaði fyrir mér hvort það veri hitaeiningar í tannkremi, ekki samt ég hafi haft áhyggjur af því að innbyrða þær hitaeiningar, en það er svona hugsun sem að kom alveg upp í huga mér að ég var að hugsa hvort það væri hitaeiningar í tannkremi. Hver pælir í því? En já, þannig að þetta er eitthvað svona, og þegar ég var unglingur þá var ég alltaf svona að hugsa að missa nokkuð kíló og svo svona kannski þegar ég var upp á tvítugt þá var ég alltaf svona leiðin að missa þessu auka kíló sem ég þurfti að missa, sem ég þurfti samt ekkert að missa. En núna er ég komin á þann stað að þá ég sé þykk og bara körfi, eins og ég kalla það, ég vil bara vera sterk og með gott þol og að kunna hlaupa hratt, það er markmiðið mín. Og ég hugsa einhvern veginn bara líkami minn er eins og hann er út af bara sögunni og þó ég hafi verið að borða rosa mikið brauð og hvítt hveiti, það er ástæða fyrir því. Þannig að ég er bara þykk út af sárafátækt. Þannig mér finnst það bara alltaf flott. Þannig að núna það breytir svo mikið hvernig maður hugsar líkama sinn út frá því hvernig hann er komin til með að vera. Og ég held að það er líka breyst. Ég kynntist Töru, hún heitir Tara Margrét Vilhjálmsdóttir og hefur verið að tala fitufordóma og bara svona útlit og hún hefur mikið verið að skrifa pistla fitufordóma og líkama og sjálfsímynd og ég lesi eftir hana og það hjálpaði mér svona að bara taka líkaminn í sátt. Bryndís, hefur þú komment á þetta með unglingsárin og líkamsmyndina? Já, ég er náttúrulega ég raun og veru byrja á bara unga að spá í matnum þrátt fyrir fátækt. Það var kannski, einelti sem spilaði inn í þetta allt saman og komment frá fjölskyldumeðlimum, eða meðlimi í raun og veru. Og ég er svona, mín fyrsta hugsun að fara í megrun var ég svona 7-8 ára gömul og langt frá því að vera eitthvað heilbrigt en þannig voru aðstæðurnar. Þá fór ég fyrst að spá, ég þarf að passa mig, ég er bara feit og ekkert 8 ára barn að hugsa slíkt. En í raun og veru fer þetta ekki að vera vandamál svona sjáanlegt í raun og veru í 7. bekk, milli 7. og 7. bekkjar. Þá fór þetta eitthvað á stað og það sem ég gerði til dæmis að kom í vegferð í myndi borða var einmitt að bara fá mér hálsbrjósik í staðinn, af því að það var svona mentólbragð og eitthvað og það svona hélt hungrinu í fjarlægð en samt ekki og fær svona smá ógeð en já og mögulega að fá mér tyggjó, þetta var svaðalega tími svo byrjaði, einmitt þegar ég á unglingsárunum 17 ára, 16-17 ára þá byrjaði með að versna aftur og þetta er svolítið lita líka, einmitt á áföllum, það sem ég orðið fyrir og maður hefur einhvern veginn enga stjórn. Ég upplifa svolítið mikið svona mína átröskun að það er svo mikið stjórnleysi í kringum mig og ég hef enga stjórn á neinu og ég hef raun og stjórn á mínu líkama og hvað ég get sett ofan í hann. Og ég held að þetta sé ekkert eitt sem spilar inn í þetta og einmitt 2009 var einmitt bara erfiðasta tímabil í átröskunni, næstu í labbandi beinagrind. Og ég einmitt var með mjög þunnt hár, eiginlega bara skemmt hár og með skallabletti og ég upplifði svolítið mikla skömm líka að ef ég var að borða til dæmis, þótt ég var ekki átröskun og var eitthvað að reyna þá upplifði svolítið mikið að fólk var bara að horfa á mig og dæma mig og þetta var þetta bara í hausnum á mér en svo líka einmitt þegar veikur einstaklingur er að borða og er sjáanlegt þá er alveg fólk að stara og er svolítið mikið að spá í hlutunum,
þótt að það er sagt að fólk ekkert að því, en það er alltaf einn og einn hana inn í hópnum, í krátinu. Já. Já, þetta er svolítið einmitt, þetta er nefnilega virkilega steikt dæmi, eins og ég sagði, þetta, þú veist, með einmitt að aðlast upp við að það er ekki nógur matur og svo ferðu í það að svelta sjálfa þig, þú veist, þetta er svo mikið, já, ég veit eða ekki hvort þetta er bara að samfélagi sem við ölumst upp við einmitt að skamma okkur fyrir að vera fátækar, en leið að skamma okkur fyrir að fitna, þú veist, við eigum að vera í einhverju ákveðinni stærð og annars erum við, já, pössum ekki inn og erum ekki meðteknar, þannig að þetta er svo skrítið samspil, einmitt líka bara við að koma úr þessum aðstæðum, eins og ég sagði, sko, þá, og einmitt að þú talaðir við hann Töru Margréti, ég get alveg, þú veist, ég er sammálaðir Sanna að hún hefur gert rosalega mikið einmitt bara fyrir okkur öll að skoða okkar eigin líkamsmynd líka, að þú veist, við erum náttúrulega með einhverjum svona sturlaðar hugmyndir og þú veist, að ég hef gengið í gegnum ádröskun sjálf og þetta er einmitt þetta að telja kaloríur og spá í svona furðulegum hlutum. Ég reyndar mann og ekki eftir að hafa spáð í hvað verður margar kaloríur í tannkremi, en en þú ert örugglega ekki ein, sko. Alveg pottþétt ekki. En svo er einmitt líka, hef ég heyrt frá þeim sem að glíma við fátækt og eru taldar í yfirvigt, og það er einmitt bara, já, þú borðar greinilega nóg, þú veist, og allt þetta, þannig að það er einhvern veginn bara skömmun frá samfélaginu úr öllum áttum, þú veist, á okkur, ég held að það sé í raun og veru, það er náttúrulega stærsta vandamálið. Sanna, þú vildir eitthvað? Líka bara, þú veist, ef ég er að hugsa tilbaka þar sem við vorum að borða, það var ekkert, þú veist, ekki að næringaríkasta og alveg, já, fitandi, og það hefur alveg áhrif, og þess vegna svona dálítið talaði mitt að mér finnst bara mín svona, já, það sem einhver myndi kalla aukakíló, sem ég ætla ekki að kalla aukakíló, ég ætla bara að kalla svona mitt svona curvyliciousness, svo ég sletti það er bara afleiðing þess að hafa einhvern veginn ekki geta haft aðgengi að hollum og næringaríkum mat, og og ég held að sko þegar að konur eru oft, og þegar fólk er oft að borða bara eins og hjá okkur, þetta er rosa mikið pasta, það er svona mín máltíð sem er bara svona en sko núna er ég búin að endurnýja pasta með til dæmis sveppum og spínati og tómatum. Ég bara gaf þetta er svona millistéttar pasta bara. Ég er bara þetta er svona fínt, bara alls konar í þessu, og ég bara, pasta er alveg gott. Að ég þurfti alveg tíma til þess að ég bara gat eiginlega ekki, ég fekk bara svona kríuna af pasta og já, af því við borðum það rosalega, því það er náttúrulega bara ódýrt. Pasta og bara eitthvað svona basic sósa, en náttúrulega það er ekki alveg kannski, já, maður kemur alveg þéttur út úr því að borða mikið pasta. Akkurat, það er líka, þú veist, ef við dettur líka annað í hug, það er, þú veist, þegar maður fer að glíma við heilbrigðiskerfið, og þar er einmitt alveg gríðarlega miklir svona fitufordómar inn í heilbrigðiskerfinu, og ég einmitt einhvern tímann tók þátt í umræðu einmitt heilbrigðiskerfið og hvernig það líka er gagnvart konum, sérstaklega að oft er verið að taka einhver lyf sem að eru sem sagt fitandi eða hvað heitir það, svona listarörvandi, og en svo komast einstaklingar ekki í einhverjar aðgerðir af því þeir eru of þungir,
en þeir eru að taka þessi lyf og þú veist, þetta er svona flétta af einhvern veginn margs konar, já, fólk í svona catch-22 dæmi alltaf. Hvernig finnst ykkur til dæmis eins og með heilbrigðiskerfið? Svo við tökum kannski aðeins þá umræðu, Bryndís, að því þú náttúrulega glímir við öll þessi óþol og ofnæmi. Hvernig hefur þín ganga í gegnum heilbrigðiskerfið verið? Sko, hún hefur svolítið verið upp og niðri, eins og það búið að ganga rosalega vel varðandi með greininguna á sjálfsvígum til dæmis, en það er kannski aðalega meira á geðræna hliðið sem ég kannski upplifa ekki endilega frábæra framkomu eða tekið vel í hlutina eða þá bara alfarið vera að brjóta á mér að ég svo upplifi. En það er kannski meira svona utakomendur frekar sem er kannski svona, já, nei, það er ekkert að þér, eða, þú veist. Og þú ert örugglega bara búið til í hausnum með þér, eða ertu kannski bara með svona nei, ég veit ekki svo hvað það heitir, þetta er svona gervisjúkdómur, veitu hvað ég er að tala um? Já, bara svona ímyndunarveik. Já, ímyndunarveik, einmitt, en þetta heitir eitthvað okay. Það heitir eitthvað ákveðið, en og það hefur svolítið svona, í rauninu verið svona undermine me einhvern veginn og einhvern veginn ekki verið að taka mark á mér. Líka, þú veist, eins og þú veist, ég hef ekki bara greinst með sjúkdóma, þú veist, ég lenti í einmitt vinnuslysi á sínum tíma og og ég einmitt bjó heima hjá þér, Laufey, á þeim tíma og ég var með heimilislækni í Breiðholtinu sem ég er búin að hafa í mörg ár og mér líst alveg vel á sínum tíma en hann bara var ekki að hlusta á mig og voru svolítið að dæma aðstæður mínar og ég einmitt bara kom þaðan og brotnaði niður og hann var ekkert að hlusta á mig og ég var búin að vera þarna á hækjum, þú veist, fram og tilbaka í mjög langan tíma og ég þurfti að fá aðstoð. En jú, hann sendi mig svo til læknis og fekk, þú veist, ákveðna greiningu og ég veist, búin að fara í aðgerð út af þessu allt saman en ég brotnaði algjörlega niður einhvern veginn af því að, þú veist, auðvitað hefur þetta áhrif á geðræna hliðina hjá þér af því, þú veist, að vera inn í samfélaginu og reyna að gera ákveðna hluti eins og eðlileg manneskja gerir sem er ekki á hækjum, það er ekkert auðvelt. Ég man eftir, þú veist, ég keypti eitthvað svona cheap ass svo ég sletti hækjur og, þú veist, í hálkunni þá var það bara stór hættulegt og ég var bara eitthvað á, svelli. Og svo man ég oft eftir, kannski ég vildi skreppa í, þú veist, mollið eða whatever. Þá þurfti ég að fá fólk til þess að koma með mér, skilur, eða skutlast með mig. En þú veist, ég hef alveg fengið mitt svona misgóðar viðtökur frá menntu læknafólki, þú veist það. Ég er kannski meira svona, já, eins og ég segi, þú veist, geðræna hliðin hefur kannski einmitt verið erfiðari eins og átröskunarmeðferðin og ég hef ekkert voðalega æðislegt að segja það. Ég er alveg heiðarleg, já. Einmitt. Nei, ég held að það sé bara mjög algengt að það er bara því miður, það er ekki hlusta nægilega vel á okkur og já, og náttúrulega átröskun er eitthvað sem að hrjá ansi marga og það finnst mér voðalega lítið tekið á því í samfélaginu. En við förum kannski að ljúka þessu að sinni en við ætlum að tala meira þessi mál og við kannski fáum þig aftur við tækifæri, Bryndís, til þess að taka þátt í meiri umræðu þetta þegar við vitum líka þegar við erum búin að negla þetta svolítið niður vegna þess að við erum í raun og veru bara að opna þetta aðeins upp núna og Sanna, er eitthvað sem að þú vilt kannski bæta við? Kannski svona örstutt sem að tengist þessu en samt svona smá út fyrir að því vorum að tala reynslu af heilbrigðiskerfinu og þetta tengist ekki beint svona líkamsvitund en ég held að, þú veist, mín reynsla bara ég þurfi alltaf að læra að leita mér hjálpar af því að ég með mígreni og mér finnst ég hafa að prófa bara ýmislegt og þetta alltaf bara svona ég þarf bara að læra að lifa með þessu og fer oft bara verkið á fundi og í vinnuna og bara bíta í jaxlinn
Og svo segja vinkonum mína bara, hei, ég myndi ekkert sætta mig við, þú veist, við þetta. Ég alveg hugsaði bara, vá. Þær, þær þurfa aðeins að lesa sér til migræni og var bara rosalega svona eitthvað, maður á ekki að hugsa svona, þú veist. Og svo hugsaði ég með mér bara, auðvitað á ég ekkert að sætta mig við þetta. Auðvitað á ég að leita mig hjálpar, fara bara ofta til læknis og vera bara hvað get ég gert. Og ég hugsaði bara eitthvað, vá, að þetta hafi verið fyrsta hugsun í garð vinkvenna minna, það dálítið harkalegt, þú veist, þær að reyna að hjálpa mér, ég sagði þetta ekkert upp á því þær alltaf, þær alveg yndislegar, en svo hugsaði ég bara, vá, já, ég ætla ekki að sætta mig við þetta, ég ætla að finna einhverja lausn og ég ætla ekki að lifa með þessu, en ég held að, þú veist, þegar maður hefur treyst svo rosalega mikið einhvern veginn á bara sig og að þá einhvern veginn hugsa maður ekki að það sé eitthvað annað í boði. Þannig ég held að það sé líka dálítið svona stórt í þessu, þetta smitar út frá sér í öllum hugsunarhætti. Að maður einhvern veginn bara eitthvað, já, ég bara verð bara að sjá þetta, það enginn sem getur hjálpað mér. Já, þessi svona sjálfsbjargar viðleitnis hugsun, að maður þurfi að þjarka í gegnum allt. Já, sem kemur út frá svona skorti kannski og svo leys. Já, alveg örugglega. Tengir þú við það, Bryndís? Það finnst þú þurfa að vera á hnefunum alltaf. Já, algjörlega, þú veist, líka bara peningalega sér líka, þú veist, eins og maður þarf kannski, ég hef alveg þurft að fara til með sjúkrabíl upp á spítala og ég bara með hnefan í lofti, bara fokk, hvernig ég að borga þetta, þú veist, þetta henda mér ekki akkurat núna, þú veist, að einhvern veginn þegar maður veikist eða að deila við eitthvað ákveð, þá hendar það ekki manni af því að maður á ekki peninga, þú veist, ég hef alltaf pening fyrir mat ofan í mig og þú veist, já. Já, þetta akkurat, það ekki ókeypis að vera veikur nefnilega, það bara alveg hefi dýrt. Og ég mani þegar Bára Halldórs hefur talað mikið þetta, einmitt kostnaðinn við að vera veikur og einmitt að taka sjúkrabíl reglulega, það mjög kostnaðarsamt. En það einmitt líka önnur umræða sem við þurfum að taka. En já, ég held að við sláum botni í þetta að sinni, en við ætlum að halda áfram með þessa umræðu og bara langar að þakka ykkur innilega fyrir að deila ykkar reynslu, Bryndís og Sanna. Og þá bara segjum við það gott úr hinni Reykjavík og við minnum á aðra þætti samstöðarinnar sem eru Öryrkjaráðið og Rauðaborðið eins og staðan núna og Rauðaborðið verður í kvöld klukkan 8. En við kveðjum úr hinni Reykjavík. Takk fyrir kærlega.